Já, hæ, bóamenn. Það ætla nú að gera spá fyrir ykkur. Svona næstu daga, mánuði, eða næstu 3 mánuðina. Svona, það var svona hugsun hjá mér, sko. Hvað svona yfir hjá ykkur á næstunni. Og ég var búin að draga hérna spil fyrir ykkur frá ISIS. Og Spirit of ISIS fengu þið. Og það segir mig það svolítið að þið ekki gefast upp. En þeir svolítið það er stundum gott bara að leyfa svo koma, það sem það á að koma og það sem á að fara að gerast. Því Spirit of ISIS er með ykkur og við trúið að þá er þetta allt eftir að ganga upp. Þið eru ykkur svona í krosskoti núna, þegar ég sá hérna 2 heimili, hvaða leiðir þið eru að fara. Það er svolítið þannig hjá okkur bóðamenn. Það er svona svolítið, það þurfum svolítið bara svona að draga andan, bara það kemur það sem á að koma til ykkar. Og þið eru svolítið í eitthvað power. Þið hafið val og þið hafið stjórnina. Þið þurfum bara svolítið svona að granda ykkur og svona draga andan út og bara, þetta kemur allt til ykkar sem ykkur er ætlað. Líka það. En já, ég sýn ykkur myndina hérna. Sér það, hún er í sínu power. Tilbúin að slay the dragon. En já, en það var bara ekki að gefast upp, bara taka þessu rólega og eitthvað svoleiðis, það er svona skilaboðin. Svo ætla ég að fá hérna fyrir bóðamann, fyrir bóðamannin meira stjörnumerki. Þið fáið ljón, þetta verður fiskur og naut. Já. Það er eins og þið standið fyrir eitthvað samt við 1 líka. Geti verið eitthvað samt við nýbyrjun eða það er svona eins og þið svona er að spá hvert þið að fara og hvað að gera. Að það er eitthvað svona samt við þessa nýja byrjun sem að eitthvað langar að gera og þeir eru komin þangað, sko. Og það er ljónsmerki og nauti. Það er eitthvað samt við, gæti verið eitthvað samt við apríl, maí og júlí. Hjá okkur kannski líka. En ég ætla að fá að sakra fyrir ykkur sem þurfa að einbeita ykkur að. Það er vinur, fjölskylda. Það er númer 1 líka. Að granda sig. Vera bara með einbeita sig bara á fjölskyldu sinni og vinum og það sem þið hafið. Svona veraldlega og ekkert annað. Koma svona, það er rótin. Byrja rótinni og svo upp. Svo þegar ég fá hérna fyrir ykkur, þetta eru spil sem ég bjó til fyrir löngu. Kort sem ég skrifaði niður. Og 1 fyrir bóðamanninn, hérna. Þau fengu hérna ball. You are in a hurry for more activity and better life. Your world is changing, the big opportunity that comes only once in a lifetime to transform you. Take advantage of the new opportunity. Now is good time to change.
breytingarnar eru farnar að gerast hérna kringu hjá okkur búamenn. Það eru svona öðruvísi breytingar. Eitthvað samt við 20. Ég fekk reyndar þetta líka í sportdrekunum, þetta hérna líka. Ég ætla að fá annað fyrir ykkur. Já, gæti verið að þið hafi verið svolítið í svona vilja drífa hlutina af að böfla, og það eru svona góða breytingar framöndan. Já, og svo sá ég líka þessar crosskoti, það er eins og þið, einhver fundist eins og þið þurft að fá svona manuskript, eða svona, fá þetta að skrifa niður eitthvað, hvað þið að gera, þið hefur verið svolítið svona kannski lost eitthvað. En það er bara, það sem eru núna eru bara akkurat það sem eigi að vera, það eru bara skilaboðin. Já, fá eitt fyrir búamáli. Krabbafiskar, sportdreki, það voru sæns. Það er viðbót. Já, svo langar mig líka að þið þurfa svolítið að passa okkur á svona, gæti verið búið að vera svolítið eitthvað slúður og svona mikið verið að tala og eitthvað svona. Það sem þið þurfa að gera núna er að passa ykkur á hvað þið segið og hvað þið segið öðrum. Bara svolítið þannig, þú veist. Svo fengum við hérna brauð, númer 21. Be good to yourself. You need to nourish yourself or another person close to you. You need to think about your fate or old habits could come up again. Just be careful not to help others too much that it could come down to your health. Já. Það gæti verið bara líka skilaboð að vera ekki of mikið að gefa af ykkur og líka að þið hefur verið að gera eitthvað sem er ekki gott fyrir líkamann ykkar, eitthvað sem er að borða, eitthvað sem er að gera, að það er sem kannski komið tími til þess að breyta eitthvað varðandi það, bara fyrir sjálfan ykkur, fyrir fjölskylduna og fyrir alla í kringu sig. Það er svona komið tími til og það er svona, þegar þið fáið 20 og 21 og það er svona eins og svona level up. Það eru svona góða breytingar. Og góða fréttir kannski líka samt við heilsuna líka og sem það getur verið að fá inn kannski líka. Þið fáið fréttir sem að kannski hafið verið eitthvað með áhyggjur yfir. Ok. Svo þegar ég fá hérna úr þessu hérna fyrir ykkur búamenn. Ég ætla að fá 2 spil og það eru sko númer á þessu hérna og það verður ykkar englanúmer sem þið getur lesið til sjálf á netinu. Þá Google bara angel meaning og töluna á Google og það eru skilaboð þar til ykkar. Ég ætla að fá 2 hérna fyrir búamanninn. Þið fáið hérna 215, það er ykkar englanúmer og þetta er temptation hérna, það er líka sama og sportdrekanu líka, það er stengitinn. Það
eitthvað samt við, sko, freistingar og, þeir eru svona kannski, það eitthvað, þeir eru búin að vera eins og þeir eru búin að vera að bíða eftir einhverju. Það er búin að vera endalaust svona sama farið og hringur, bara eins og þeir eru búin að labba hringi og það er svona, þetta gæti tengst líka einhverju svona, samtíð við, að þurfa að sjá hlutina betur í ljósi eða eitthvað, það er eitthvað sem þurfa að koma einhverju út úr eitthvað, svona, að einhver finnst vera, kannski það hafi verið eitthvað föst eða fastur með eitthvað og það er svona núna, sko, á næstunni, eru þið að taka svona, að þið fengu boltan, að þið séu að fara að taka annað skref, það er að koma ný byrjun á okkur og það er líka, það er að koma til eitthvað svona material hagnaður. Þið er að sko manifesta inn svona gott fyrir ykkur en þið þurfið svolítið að vera svolítið í eitthvað power, ekki í, að freistast í eitthvað eða vera með slæma hugsanir. Bara eitthvað svoleiðis. Þegar ég sé hérna ljósið hérna. Það er gott framundan. Svo ætla ég að fá meira að vera í bóðamönnum. Hvað ég að bóðamaður og vona á næstunni. Þegar kannski finnst þið eitthvað verið svona svikin í ástamálum, það er eitthvað samt í það líka. Og þeir svona fara og svona sjá út hvað að gera á eitthvað leys. Það er, ef þið eru í sambandi þá er þið bara með einn, þið hafið það gott og þið þurfið bara svolítið að gefa ykkur svolítið meira ást kannski. En það er eitthvað sambandi við svik. Það finnst verið eitthvað svona Page of Cups. Það getur verið að koma kannski inn sem sjá hvað kemur hérna fyrir ykkur bóðamaður. Getur verið ykkur í fiskamarkinu. Passion. King of Wands, það er hrútur ljónabóðamarinn og þetta getur verið þið eru svolítið svona bara sem eru single, þá er eitthvað að koma inn sem er í hrútur ljónabóðamar eða þá öfugt sem er búin að vera í kringu okkar. Það er eins og, það er svona, já, svona áður hafi finnst vera svona svikin, eitthvað varandi það sem að vera svona stungin í baki og eitthvað svona. En það er að koma breytingar á því og það er, það getur verið eitthvað svona tvennt kannski sem að getur verið að koma inn kannski líka. Eitthvað tvennt sem að þið getur svona, þið fáið svolítið svona val, eitthvað varandi það. Og þetta er ég að tala um þeim sem eru single, sko. Og þetta getur líka nýjar, eitthvað samt við atvinnu, nýjar atvinnubreytingar eitthvað leið, sko, eitthvað svona eftir að gera þér gott svona líka. Það er eins og að það sé svolítið að vera að segja svolítið bara svona að vera svona jákvæður með sjálfa, jákvæður trú og það er svolítið þannig að maður þarf svolítið að byggja sig upp og hafa trú á sjálfu sér. Það er eins og Spirit og Isis segir, sko. Hún er bara, ekki gefast upp. Stattu, ég segi þetta alltaf um mig, ekki gefast upp. Haltu áfram. Við eigum ekkert að gefast upp, við höldum alltaf áfram. Og það er það sem ég er búin að vera að gera, sko.
og sjálf. Og það eins og mér finnst eins og hérna þessu. Hvað er þetta meira fyrir húnaninn? Það er hérna líka kemur, þetta eitthvað samt við mental conflict og þeir eru kannski svolítið að þurfa að koma úr því. Að vera svolítið, þeir eru svolítið berjast við ykkur sjálf. Þeir þurfa ekki að gera það. Ace of Pentacles. Hérna er þeir að bá og hérna er bara þeir hrókur Ljón og Báðar. Ace of Pentacles. Hérna að sjá. Mín dætur. Hvað get ekki tala? Mín dætur. Nei, þetta er djók. Hérna, það er eitthvað kemur hérna. Það er eitthvað sem er eftir að ganga upp í ykkar hag. Þetta er tengist peningum. Og það er svona level up varandi það. Getur verið eitthvað að bjóða eitthvað svona, það getur eitthvað svona kannski bara vinur eða eitthvað líka að bjóða hjálparendi eða eitthvað fyrir sko. Og þetta gæti verið líka eitthvað vilja staðfesta eitthvað í sambandi. Þetta er eitthvað svona nýtt tækifæri. Og kannski getur verið að sé þessi King of Wands út úr Ljón og Báðar sem er kannski í eitthvað lífi sem að vill kannski að koma inn kannski. Og það er eitthvað svona nýtt að koma inn. Það var þetta samband. Svona ný byrjun. Það er svona eins og þið séu að ganga gegn svona transformation núna bara. Þeir er að fara í eitthvað annað. Eitthvað eitt fyrr. Þegar death er hérna að þeir þurfa að fara svona niður upp og svo kemur eitthvað annað í staðinn. Það er alltaf sluss. Kemur alltaf eitthvað annað í staðinn. Þeir eru bara að vera hluti jákvæð. En hvað gerast í ástamálunum hjá boðamanninu? Hvað fá að vita og sjá og heyra með boðamanninn? Getur verið að þessi ykkur er nýbúin að ganga gegnum einhvers konar endir á okkur eða einhverju kringum hjá okkur. Og það er þetta er Queen of Wands hérna. Hvað gerist í ástamannunum hjá boðamanninum? King of Cups. Ten of Pentacles. Já, sjá. Sé að það er greinilega ykkur hérna manneskja með skeggina. Það eru tveir hérna með skegg. Og það getur verið hérna naut með og stengið hérna. Og það er eitthvað svona verulega góða breytingar að koma upp hjá okkur. Og þeir svona og þeir sem eru í sambandi þá er þetta bara, skilur þeir eru búin að ganga í gegnum eitthvað, það er ekki endilega að tengjast ástinni, eitthvað annað, eitthvað sem annað verið í kring. Og það er eins og
Núna er að koma inn og það getur verið eitthvað tvennt. Það eru 2 kóngar hérna, 1 drottning. Það getur verið einhver í krabbafiski eða sporðdrekanum sem já, hefur í kringum hjá okkur, eða þá hrútuljón og bóamaður sem þeir eru svona að klára kannski kafla með, getur verið. Það er eins og þau þurft að klára eitthvað sko. Og svo sé ég þetta 10, 12 Pentacles og það er bara eins og að hluti þessi, þetta er eins og eitthvað samt við 3 mánuði, þetta er eitthvað svona sem að, þetta er að level up, það er 3 mánuðir, eitthvað samt 3 dagar, 3 mánuðir. Og það er kannski, já, er eitthvað sem er að koma inn sem að hérna sem hefur verið áður. Nei, mér finnst þetta að vera bara svona eins og eitthvað nýtt að pæla. Það er eitthvað nýja pælingar núna í ykkur. En já. Getur verið eitthvað sem er með glerugu. Það er svona ljós. Ég sé ekki mikið dökkart hérna. Það getur verið eitthvað smá, kannski dökkar eða einn dökkar. En annars er þetta mjög ljóst og ljósgrá og svona eitthvað. Og þetta er svo, já, það er eitthvað svona pælingar. Nú sjá okkar meira. Það getur verið að sé að koma, mér finnst eins og það sem eru single að sé svona samt, það getur verið svona 3 mánuðir og svona upp úr því sko sem að þið getur fara að sjá fast sambandin í ykkar lífi sko. Og þeir sem eru í sambandi þá er þetta eftir að vera svona, bara svona miklu stöðugra heldur en hefur verið. 6 of Pentacles. Hvað er komið? 23.07. Já. Gæti verið einhverja hérna líka gefist upp samt við ástamálun eitthvað svona, eru svona farin að einbytta sér að einhverju öðru. Svona, já, gefið bátinn en svo, er eins og, já, eitthvað að koma inn hérna, eitthvað er eitthvað svona breytingahugsun. Svona, og þetta hermundina líka. Gæti verið einhverju meiamerkinu. Queen of Swords og það er tvíburi og vassburi, en já. Það er eins og eitthvað segja svona að horfa tilbaka, það getur verið eitthvað manneskja sem að vill koma inn aftur kannski og reyna að finna leiði til þess að laga eitthvað, bæta eitthvað, eða þá þetta sé algjörlega eitthvað nýtt. Og það getur eins og hérna, svo finnst mér líka eins og að það sé hérna líka eitthvað svona eins og það hafi verið eitthvað svona svik, svona innan í sambandi eða eitthvað, ég veit ekki. Allavega er það að ganga í gegnum
svona transformation, það að koma inn hérna nýja breytingum, það svona tvenna breytingar sem að koma inn og það að koma inn eitthvað samt við ástina og svo fjárhagslega líka hliðin eftir að koma svona góða fréttir sem að eftir að laga hlutina. Það eins og hafi þurft að vera að bíða eftir ykkur. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Þannig hjá ykkur bogamenn. Hvað meira verður bogamennin? Það ekki allt sem sýnist stundum. Hvað meira fyrir bogamannin, hvað það sem að vita sjá, Five of Cups, já, mér finnst eins og bogamenn þeir að kveðja old version af ykkur sjálf, það svolítið þessi transformation sem að ganga í gegnum núna og að koma í svona nýja byrjun næsta ár, það það sem mér finnst hjá ykkur. Og þið verður svolítið í eitthvað power, þið eru svona eins og, þið aftur eru að koma tilbaka, þið sjálf, Hvað meira fyrir bogamannin? Já, það komað hérna samband og það getur verið, þurfa svona að velja á milli, hvað að gera, hvað að fara og það svona samband að koma inn hérna. Það gæti verið svona eitthvað svona, já, vissi svona svolítið áður, ekkert að gerast og eitthvað bla bla. En svo hérna sé þetta hérna og þetta hérna. Þetta eitthvað, verður svona breytingar sem að kemur fljótt inn. Það eitthvað svona að þurfa að taka action líka, og það eins og það þurfa eitthvað svona að klára samt við ykkur sjálf, fyrst mér. Og svona klára eitthvað kafla. Og hvað meira fyrir, var ég búin að gera allt hérna? Og eitt hérna þessu. Já. Þetta bara ykkar spilina, það bara, þið eru svona að taka handritu og svona fara að skrifa ykkar sögu, hvernig þið vilja hafa hana. Nýbrú. Nýbrí. Ok. Skoða þetta aftur hérna. En ég ætla að láta þetta bara duga fyrir ykkur bogamenn. Bye!